Hérna erum við með rofa og ljósdíóðu í verkefni 3A og við ætlum að fara hægt og rólega í gang með að skoða hvernig við tengjum Arduino svona við umheiminn. Hérna er bara rofi sem er á tilraunabretti, er svona breadboard og tengjum viðnámi hérna við. Og það sem við notum í þetta er náttúrulega fritzing fyrir tenginguna og svo er Arduino IDE fyrir kóðan. Og þessa mynd ætlum við að tengja upp í fritzing og ég ætla að opna fritzing hjá mér. Svo sjá. Það var hérna. Hér er ég með fritzing. 64 bita útgáfu sem við notum fyrir það. Og sem sagt þá smellum við hérna á breadboard og ætla að hafa hérna verkefnið til hliðar og já, ég get vinkað aðeins þetta hérna svona og ég ætla að byrja að teikna upp myndina því að ég get látið fritzing síðan útbúa fyrir með skematísku myndina sem sagt hvernig þetta er teiknað upp svona bara í línu með einhverju þannig að útkoman ætti að vera það bil svona eins og þið sjáu hér. Hérna er bara Arduino Uno sem við þurfum að finna hérna í fritzing forritinu og svo þennan rofa líka og viðnámið. Við þurfum að finna þetta allt saman hérna og tengja þetta upp. Ok, þá er að finna förum bara fyrst Arduino til að setja þetta fyrir neðan. Og hvernig förum við að því? Þá er einhvers staðar hérna táknmyndin fyrir Arduino. Sjáðu hér, smellum á það og þá hleður hún upp alls konar Arduino borðum og við skulum sjá, hér stendur strax Uno og þá skulum við velja það og þá þarf maður sennilega að draga þetta inn á, halda þessu niðri og draga inn á með vinstri mús. Ok. Ég get fært þetta eitthvað aðeins til hérna. Það er þetta aðeins ofar, svo að þið sjáu þetta betur. Þetta er sæmilega staðsett hérna, já, ok. Og ég held að ég geti stækkað þetta meira, býta nú við. Já, svona. Ok. Og þá bara, sem sagt, smelli ég aftur hérna á core, sem sagt það er þá aðal í hlutinni bara, alls konar í hlutir og ég vel hérna smelli á myndina af viðnáminu og hérna fer svo í gluggann hérna fyrir neðan. Já, sjá þetta, jú, hérna, þetta er í miðjunni, þetta er í miðri myndinni og hér er hægt að breyta stærðinni á mótstöðinni. Og hvað var það stór? Brúnn, svartur, fjólblár. Ætli það standi ekki einhvers staðar, það stendur hérna allavega þessari mynd hér hjá mér en gæti staðið einhvers staðar í text í kóðanum kannski. Ætli standi ekki einhvers staðar í kóðanum. Hvernig er það að breyta stærðin? Ég fer í svona felli glugga en allavega þá er hún 10 kílóum á myndinni af því að það er brúnn, svartur og appelsínugulur. Þá fer ég hérna í resistance, það er gluggan hérna fyrir neðan og smelli á ör hérna niður. Það gerist ekki neitt. Akkurat, alveg rétt hjá þér. Ég þarf að draga viðnámið fyrst inn á myndina til þess að geta breytt stærðinni á henni. Hún er valin og þá get ég farið hérna, hún er merkt á hérna R1, þá ætti ég að geta breytt stærðin á þessu. Það er ennþá grátt hjá mér en
ég fæ samt möguleika á því að breyta þessu. Og þá finn ég hérna 10K ohm og þá er ég komið með það. Og þá er ég komið sömu liti úr á myndinni hérna í verkefninu. Síðan er ég að hugsa að snúa henni og tengja á svipaðan hátt eins og er hérna og þá hérna ég hægri smetla á þetta og þá get ég fengið valmöguleik hérna að rotate sem sagt 90 gráðu clockwise og þá snýr hún eins og á myndinni hjá mér. Svo þarf ég að tengja hana þannig að ég sé með, það eru 2 línur hérna við jaðarinn. Þannig að ég get notað báða jaðrana sem sagt, með spennugjafarspennu plus og mínus. Þannig að í brettunum okkar þar er bara 1 lína en hérna eru 2. Þetta eru bara nýri gerða brettum. Þannig að þessi lína hérna neðsta skinna nær alla leið frá vinstri til hægri og báðar þessar sko. Þannig að við getum notað alveg neðsta línan er plusinn og næsta skinna hérna fyrir ofan er mínusinn. Svo að hérna okkur vantar svo rofan. Og hvar finnum við rofan? Jú, það eru reyndar mynd af honum hérna með core valið hérna, smellum við hérna á rofan og þá þurfum við bara að draga hann hérna inn á. Og þá getum við tengt hann hérna, býtum við, ég þarf að fara með þetta aðeins ofar. Svona, ég ætla að tengja hann hérna þannig að hann lendi hérna yfir skurðin, er það ekki eftir? Jú, hann lendi núna í miðjunni er svona pláss fyrir ysjarásir, skiljið. Þannig að rofin er jafn stór jafn breiður eins og ysjarás þannig að hann tengist hérna sitt hvoru megin við þennan skurð. Þið sjáu það er ekki svona grátt svæði hérna á milli. Síðan eru skinnur sem að koma hérna upp og niður. Og mér sýnst að hann sé á réttum stað hérna og þá tengjum við plusinn hérna hægra megin inn á hann frá 5 V spennu hér sem að er næst jarðtengingunni hérna og hinum megin við 5 V er 3,3 V en við tengjum hérna á 5 þá get ég farið þaðan til dæmis og svo bara fer ég alla leið inn á rofan hérna megin. Síðan get ég dregið formað þessa línu og líka breytt litin á henni sem sagt. Frá hvaða tengipunkt er það fara? Frá 5 V hérna niðri. Og sem þetta er ég komið með línuna, ég ætla að breyta strax litnum á henni, wire color í rauðan. Hægri smelli á línuna og breytis yfir í red. Og ég ætla bara að sem sagt beygja hérna. Þannig að ég fari ekki yfir merkingarnar á Arduino og þá get ég beygt hérna þannig að nú sjást allar hina merkingarnar í kringum 5 V tenginguna. Hún er reyndar farin en ég geti auðvitað tekið þetta hérna niður fyrir. En núna ef ég tek myndina eða tek línuna svona þá er kannski minna, já, þá getur myndin verið aðeins minni. Nú síðan er bara að tengja jörðina sem að er hægt að nálgast hér inn á viðnámið. Það er þá ground hérna og inn á sömu línu og viðnámið það er hér. Þetta er svona. Ég ætla að breyta þess að þetta á að vera svartur. Ég ætla að hafa þetta svartan fyrir mínusinn. Og svo fer ég með hérna bláa leiðslu frá pinna 12 og út í rofan. Hérna er pinni 12 og ég fer með það inn á rofan hérna og viðnámið þar sem rofan og viðnámið tengjast saman og þá
setja þetta einhvern veginn svona og ég hægri smellið til þess að breyta litnum og fer í wire color blue. Svona. Þá ég bara nokkuð sáttur við myndina hjá mér. Ég skipti máli hvað maður setur inn á. Nei. Nei, sko, það skiptir ekki máli sko, í hvaða punkt. Nei, já. Það skiptir engu máli. Því að þetta skinna sem nær frá rofanum og hérna niður þar sem þetta endar hérna, sko. Þið sjáu það. Skinnurnar ná héðan frá og hingað. Þið sjáu það að verður gult svona. Það ná alla leið héðan frá hingað. Við verðum að tala inn á brettinu. Já, inn á þessu bretti hér. Já, en annað, inn á þarna, þú veist, þessi. Hérna, þessi fer inn á pinna 12. Ok, Inn á 12. Og svarti, hann bara hvað? Rekstað? Og svarti, hann inn á ground. Þá smellum við hérna á schematic við hliðina og þá sjáum við að þetta allt saman í rugli. Og ég ætla að reyna að ná þessu þannig að ég sé með þetta svona sæmilega uppsett, annarkot svona eða svona. Rofinn hérna megin hérna til hliðar. Svo að það bara ágætt að reyna að útbúa þetta þá eins og þessi mynd hérna Og þess vegna þá allt í lagi að taka vírana úr sambandi eða endurvíra þetta einhvern veginn ef að þess þarf, sko, en mér sýnist að hjá mér þá get ég fært til dæmis eins og viðnamið til og ég get snúið því. En nú sé ég það að Arduino það snýr ekki eins og hérna hjá mér. Og spurning hvort ég get snúið því og fært viðnámið. Ég ætla að prófa það. Ég veld þetta, við fer í rotate, þá counterclockwise. Ekki að þetta væri counterclockwise, jú, counterclockwise, 90 gráður. Sko, það tókst. Og nú bara spurning að hérna rofinn, ef ég færi hann aðeins til hérna, þá getur verið að það lægist eitthvað. Ég þarf eiginlega, já, getur breytist þetta eitthvað. Sjá hvort þetta ekki lægið, jú, frá 5 voltunum inn á rofan, frá rofanum, inn á viðnámið og líka inn á pinna D12. Jú, þetta allt í lagi. Ég þarf bara aðeins að færa þetta til. Á mér væri möguleiki bara að, sko, þetta getur verið allavegana hjá ykkur. Svo að það ekkert endilegt að hérna, þið getið gert þetta nákvæmlega eins og ég. Ég ætla að fara í að rotate bara hérna 180 gráður. Þá lagast sko rofinn hjá mér og þá get ég líka fært hérna viðnámið neðar þannig að línuna verði þokkalega beina. Ég get lagað þér líka hérna, fært það aðeins nær líka og rofan eitthvað aðeins nær líka. Og þegar maður smellir á þessu grönnu línur þá getur maður bæði breytt
þeim sem sagt og það verða sverari og ég get farið í wire color hérna, ég ætla að hafa þetta rautt vegna þess að þetta er frá plus 5 volta tengingunni hérna og síðan er þessi græni, það er allt í lagi að hafa hann svona en ég ætlaði kannski að tengja hann hérna inn á viðnámið aðeins nær hérna. Já, það setur það einhvern veginn svona. Þá kemur þessi hérna líka svona. Já, þessi verður aftur rauður, ég ætla að breyta hann yfir í grænan, eins og hann var. Þetta var hann ekki græn. Hvernig var hann? Ok, svo hef ég það svarta hérna niðri. Já, það tekur bara síðasta litnum. Breytið þessum svartan vegna þess að þetta er mínusinn, groundið. Eða var hann blár? Hvernig var það hjá mér? Já, hann var blár. Þessi hérna var blár. Já. Þá hérna reyna að hafa samræmi í þessu bara. Þessi blái. Og þá bara færi þetta aðeins til þess að fá beina línur. Og þá er þetta komið svona. Þetta er skematíska myndin sem ég get sett síðan inn í verkefnið. Í hvaða punkta setur við bláa vírinn og svarta vírinn? Svarta vírinn gráðan og bláa vírinn? Blái vírinn, hann fer í 12, pinna 12, sem sagt á Arduino og svo bara í rofan annars vegar og viðnámið eins vegar. Sem sagt, næsta mál á dagskrá eftir að við erum búin að setja þessa skematísku mynd inn, það er að opna forritið Arduino IDE og IDE stendur fyrir Integrated Development Environment, sem sagt forritunar umhverfið fyrir Arduino í þessu tilfelli. Og alla þennan kóða myndum við sko fyrst þessi 2 skástrik hérna uppi segja sem sagt forritinu að eða þýðaranum eða hverju sem er að hér kemur skýringatexti. Þannig að til að byrja með þá er bara skilgreint að þetta sé skýringatexti svo að það gerir ekkert með hann þessa, það sem stendur hérna. Það er ekkert fyrr en við fáum hérna fyrsta þetta void setup sem að forritið er að byrja. Og þá er að finna hérna Arduino. Þá ég smelli bara hérna á start á Windows takkan hérna lengst til vinstri og ég skrifa bara Arduino hérna. Þá fæ ég hérna Arduino app í gang og ég fer bara hérna hjá mér í file og new. Og þá kemur hérna smá kóði sem stendur hérna void setup og einhver texti þar fyrir neðan, það er útskýring og void loop hér á aðalkóðin að koma. Og þetta er kallað svona bare minimum eða allra minnsti hérna forritsstubbur sem við getum sett inn. Þessu skulum við eyða í burtu því að ef við eyðum þessu ekki í burtu þá verður bara endalaust sem sagt villa hjá okkur. Við skulum fara í delete á þessu alveg og það sem kemur hérna nafnið á þessu sketch apríl 20. apríl, þessu bara apríl 20a stendur hérna. Þannig að hjá mér allavega. Þannig að þegar við erum búin að eyða þessu út hérna þá náum við í kóðan úr verkefninu og setjum hann inn og förum að spá í hann. Sko þá endum við hérna eftir þessar stjörnur. Copy og setjum hann hérna inn.
og eftir þá þurfum við náttúrulega, þegar við förum að tengja eitthvað borð við USB tengið hjá okkur, að þá þurfum við að kanna í hvaða porti við erum með og líka stilla þá tegundina af Arduino sem við erum með, hvort við erum með Arduino Uno eða Arduino Nano. Það er það sem að við þurfum að breyta og við erum að segja sko hvað við ætlum að tengja við. Og hér þá verð ég að fara hérna í sem sagt port til þess að athuga. Nú er ég ekki búinn að tengja neitt í, en hér kemur uppástungað um eitthvað port sem að væntanlega var tengt í síðast. Kom eitthvað númer á því. En hérna, það sem við gerum fyrst, það er það að það er bara að átta okkur á því hvað er í þessum kóða. Og þið getið strax gert eitt hér, það er að, þetta er kallað Verify. Þá tjekkum við á því hvort að við höfum sem sagt kópir þetta rétt inn, hvort það er eitthvað óþarfi með eða hvort við höfum glemt að hreinsa út úr því. Ef við smellum hérna á Verify, þegar þið eru búin að kópir þetta inn, þá biður að vista þetta. Og þá bara samþykkjum við það. Þið getið sett þetta annarkvæmt inn á tölvuna eða eitthvað heimasvæði eða hvað sem það er. Og þá fer hún í gang með þetta Verify. Og ef það er allt eðlilegt, þá kemur bara hérna Done Compiling hérna. Ef við lítum aðeins í gegnum þennan kóða, þá erum við fyrst með hérna texta og einhvers staðar erum við með heimildir hvaðan þetta kemur og þetta er frá þessari heimasíðu hérna, robotlinking.com og hérna þannig að það er alltaf mjög gott að vísa í heimildir þegar maður er að taka svona kóða og hérna breyta honum, þannig að það er þannig að maður sé ekki að brjóta einhvern höfundarrétt eða eitthvað svoleiðis. En þetta er sem sagt open source, þannig að við megum hérna breyta kóðanum og gera það sem við viljum við hann, en það er bara hérna góð kurteisi að segja hvað við fengum sem sagt kóðan og vísa í sem sagt upprunalega höfund og svo framvegis og það er viðbættir sem við vitum þá sem hafa orðið á þessu. En allavega að hér er sem sagt sagt hvað við erum að nota í þessu. Við erum hérna reyndar, já þá er búið að bæta við hérna að við erum með líka ljósdíóðu sem á að tengjast í pinna 13. Það er hérna, hér er pinni 12, hann er til að tengja inn rofan og svo hefur við ljósdíóðu pinna 13 og þetta er innbyggð ljósdíóða á Arduino borðinu, þannig að við sjáum það breytast á því þegar við kveikjum á rofanum. Og þannig að forritið byrja hérna og við setja upp og við skilgreinum hérna pin mode, með pin mode að þetta er inngangur, key pin og síðan skilgreinum við LED pin sem útgang og þarna gefum við þessu nöfn hérna fyrir ofan eða hérna og þá er komið að sjálfu forritinu. Fyrst er bara skilgreining á pinnum, það er búið, það er undir void setup, það er skilgreining á pinnunum og síðan kemur í rauninni forriti sem að keyrir aftur og aftur. Þetta hérna setup, það er bara keyrt einu sinni fyrst, en hérna loop, það keyrir endalaust, það er sem sagt í hringi, byrjar á byrjuninni, keyrir til enda og byrjar aftur á byrjuninni. Þannig að til þess að við getum látið kerfið vinna eitthvað fyrir okkur, gera eitthvað fyrir okkur. Og
hér segir sem sagt við tjekkum á því að hérna, við notum sem sagt þessa skipun if, else sem sagt, og við skoðum, látum Arduino skoða if digital read key pin ef hann er hár, ef háttgildi þarna, þá eigum við að setja sem sagt háttgildi á ljóstíðu útganginn. Þá kveikjum við á honum. Annars þá er bara slökkt á honum. Þá fer LED-pinn á low. Þetta er mjög stutt og einfalt forrit. Þannig að hún bara les hvort að inngangurinn er hár, þá setjum við útganginn á háan líka. Og síðan er þá spurningarnar hérna fyrir neðan. Hvernig er inngangur skilgreindur? Það er sem sagt, það eru þessi tveir. Það er hérna constant INT, key pin, það er 12. Þetta er í rauninni inngangurinn. En hitt er í rauninni sem sagt líka pinni, hann er skilgreindur hérna líka. Það er LED pin og hann er í númer 13 og það er númerið á það sem að ljóstíðan er tengt. Þetta er allt inn á borðinu, sem sagt pinni 13 og ljóstíðan. Við þurfum ekki að tengja þar neitt við nema við viljum. Og síðan sem sagt er hvers konar hérna pinni er þetta? Sem sagt key pin eða sem sagt rofa pinnin, hann er inngangur. Hérna skilgreinum við það. Sem sagt setjum hann sem inngangspinna og síðan fyrir útganginn, pin mode hérna, LED pin, hann skilgreinum við sem útgang, output hérna. Hvorfor setur hann þá undir svarið þarna? Það eru bara mistök. Ég hefði átt að vera með þessa spurningu í tvennu lagi. Að segja þetta að sé sem sagt inngangur og útgangur. Þetta er bæði. Þetta er hvernig eru þá hérna tengingar skilgreindar sko. Þetta er bæði. Já. Þannig að þetta er ekki alveg rétt hérna að svara þessu nákvæmlega svona. Því að hérna síðan er spurt hérna í C-lið hvernig er útgangur skilgreindur, þá tek ég í rauninni það sem að ég var með hérna, LED pin output. Þannig að ég er með eiginlega aðeins svo mikið hérna. Ég ætti eiginlega að þurrka út hérna allt pinna 13 og útgang hérna. Og ég get gert það þegar ég er búinn að fara í gegnum að það sé búið að sem sagt svara þessu hér. Hvaða inngangur, hvaða númer á inngangi er notað fyrir rofan? Það er númer 12. Og hvaða nafn fær hann? Hann fær sem sagt rofapinni, það er sem sagt key pin. Og síðan er hvernig er útgangur skilgreindur, það er sem sagt pin mode, það er LED pin output og hvaða nafn fær útgangurinn, það er LED pin. Og þá ætlum ég að leiðrétta hjá mér hérna svarið við A, af því að hér átti ég bara að setja hvernig er inngangur skilgreindur. Þá ætlum ég að taka í burtu hérna 13, því að hann á í rauninni ekki við hérna. Kannski setja hann hérna við það sem útgangurinn er. Taka þetta í burtu hérna og setja við útganginn. Svona. Og líka hérna þetta output hérna, því að þetta er ekki inngangur, þetta er útgangur. Svona, og þá setjum ég þetta hér. Alveg hárrétt. Þannig að segja að pinni 13 er útgangur? Já, pinni 13 er útgangur. Þar er ljósdíóðan og hún er, sko það er hægt að tengja pinna 13 út frá Arduino.
það er síðasti pinninn sko, síðan kemur jörð.